Nýtt fiskuðuver Samherja á Dalvík verður senn formlega tekið í notkun. Fiskuðuverið leysir af hólmi eldra hús þar sem Samherji hefur verið með vinnslu til fjölda ára. Hið nýja fiskuðuver verður í allra fremstu röð fiskuðuvera í heiminum fyrir hvítfisk. Hérna tæknin alls ráðandi og sjálfvirknin. Íslenskt hugvit áberandi. Heimsfaraldurinn setti strik í reikningin varðandi framkvæmdir. Það var mikil eftirvænting meðal starfsfólks Samherja þegar hægt var að koma saman, skoða nýjan vinnustað, spá og spekulera í nýjum hátæknibúnaði og síðast en ekki síst gleðjast saman í tilefni þess að slakað hefur verið á samskiptareglum vegna faraldursins. Já, ég meina það alveg rosaleg tilhlökkun í fólki og bara í fleiri mánuði hefur fólk verið að tala hvenær við förum og bara verulega spennt fyrir þessu. Og tilhlökkunin gríðarleg að komast hérna niður yfir. Það ekki spurning. Sigurður Jörgen segir að munurinn á gamla húsinu og hinnu nýja sé gríðarlegur, meðal annars sé mjög vel hugað að öllum aðbúnaði og aðstöðu starfsfólks. Þetta hús þetta búið að taka mörg ára að hanna þetta og hugsa þetta og ég held að ég hafi einhvern tíma setið fund þar sem að menn voru að vinna með teikningu 24 að 23D. Þannig að menn hafa lagt mikla vinnu í þetta, mikla hugsun í þetta. Og menn að reyna að hugsa ekki bara fyrir daginn á morgun, heldur inn í framtíðina. Eins langt og menn sjá og sjá ekki. Þannig að þeir sem eftir að vinna í framtíðinni munu geta innleitt hér nýja tækni sem ekki til, plássið til þess og viðskiptavinir okkar munu koma inn, munu geta unni með okkur í því að þróa nýja vörur og við munum geta leyst alls konar vandamál, bara kröfur og annað sem eru orðin í gangi í dag í þessu matvælaiðnaði sem við hefum alls ekki geta gert áður. Já, það vítt til veggja og lofthæðin mikil. Nýja húsnæðið 9.000 fermetrar. Róbótar eru víða í húsinu og hátæknibúnaður sem vinnur fiskinn með mögulegri hámarksnýtingu hráefnisins. Það eru margir spenntir að fá að bara sjá hvernig þetta lítur út í rauninni. Þannig að það mikil spenna í loftinu, mikil gleði. Hefur starfsfólki verið að tala þetta alveg bara svona í kaffetímanum og matapásum? Já, þetta mikið í loftinu og verður mikil spenna að komast enga niður eftir, já. Einhverjir búin að fá að fara í smá pröfur og aðrir ekki, þannig að þetta mikið umræðinni. Þetta náttúrulega bara fyrst og fremst finnst mér að komast á eina hæð og ekki verið sem endalausum hringstigum og 3 hæðir og þannig að þetta verður mikill munur að komast á eina hæð og þó að yfirferðin sé kannski meiri. En svo það þetta að flytja yfir á nýjan stað að fara með gamla góða andan. Það verður lítið mál, þetta allt í hjartanu. Fólkið bara svo samstíga að þetta verður lítið mál að flytja andan yfir. Þú sinnir gæðamálum, þín störf breytast þau eitthvað með nýjum tækjum og svo framvegis? Þetta náttúrulega nýtt kerfi, nýjar vélar, þannig að þetta auðvitað fylgir þetta ný challenge í rauninni, þannig að þetta verður eitthvað nýtt. Man þarf alltaf að læra eitthvað nýtt. Það bara gaman. Og það bara spennandi? Það bara spennandi, já. En þú ert í vakuumpakningunum, þar verður væntanlega ansi mikil breyting, eða ekki? Jú, það verður einhver breyting þar. Þar verður náttúrulega ekki eins mikil handavinna. Þetta verður meira svona eftirlit og annað. Fylgjast með vigtun og öðru. Þannig að þetta verður einhver breyting þar líka. En það ekki þannig að þetta verður nýtt fyrir bara alla starfsmenn? Jú, þetta nýtt fyrir alla starfsmenn. Þetta eru bara önnur tæki, önnur vinnsla í rauninu, þetta allt annað. Þannig að, þetta verður nýtt fyrir alla. Eru búin að bíða lengi eftir þessum degi? Já, pínu. Þetta svona, auðvitað náttúrulega, þetta bara mikið spenna og eftir þessu og eftirvænting. Þetta verður rosalega stökk en vonandi bara mjög gaman. Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar, skoðaði húsið með starfsfólkinu. Hún hafði að vísu skoðað fiskuðuverið á fyrri stigum framkvæmdanna. Ég búin að koma hérna áður, en ég hef svo sem ekkert verið hérna alveg daglegu gestur og það bara ótrúlega gaman að koma hérna í dag og sjá hvað þetta orðið stórkostlegt mannvirki. Hérna hátæknin, hún hérna bara allstaðar. Já, þetta verður bara eina frystihús eða fiskvinnslu fyrirtæki sinna tegundar í heimi.
Hérðan fer fólkið ekkert til þess að nema sér neistar annar staðar heldur en hér í nýjustu tækni, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Hvernig það með bæjarbúa hérna? Hafa þeir fylgst vel með? Er þetta umtalað? Já. Menn hafa verið að bara sjá húsið rísa og það er svo skemmtilegt einhvern veginn hvað þetta fellur hérna inn í byggðarlagið. Þetta skyggir hreinlega einhvern veginn ekkert áneitt og þú verður bara einhvern veginn ekkert var við þetta svo mikið ofan úr bæ. En svo þegar þú komin hérna upp í fjall og horfir yfir, þá sérðu hvað þetta er svakalegt mannvirki. Samherji er nokkuð stór vinnuveitandi í Dalvíkurbyggð. Já, Samherji er stærsti einstaki vinnustaðurinn fyrir utan Dalvíkurbyggð sjálfa. Þannig að þetta fyrirtæki skiptir okkur gríðarlega miklu máli hérna. Og það er svo gaman einhvern veginn að fylgjast með þessu fyrirtæki hérna í gegnum áratugina. Að það er svo mikið sama starfsfólki og fjölskyldurnar sem að hafa fylgt þessu fyrirtæki og bara það er gríðarlegur mannauður í þessari starfsemi hérna hjá Samherja. En þú ert hafnarstjóri jafnframt. Þið hafið lagt hér í nokkuð umtalsverðar framkvæmdir vegna þess alls. Já, við byggðum upp nýjan hafnagarð, köllum hann Austurgarð. Og hann er hugsaður svona sem bara þjónusta við þetta nýja hátæknihús hér. Fiskiskipin, þau geta tengst núna bæði rafmagni og heitu vatni. Þannig að þetta er allt hugsað svona í grænum lausnum og til framtíðar. Til þess að svona að hafa starfsemina með svona grænustum hætti. Fullvinnsla verður aldrei arðbær til útflutnings á Íslandi í þeim skilningi að vinna vöruna með einhverjum afurðum til þess að bretta eða steikja eða eitthvað svoleiðis því að við erum svo langt frá markaðnum. Fullvinnslan getur verið að sníða vöruna það vel að þörfum kaupandans að hann getur tekið hana og fengið í bakka alla bita eins og bretta þá og þeir eru allir eins, taka sama tíma í eldun og allt svoleiðis. En fullvinnslan eins og við erum að tala kannski það er að sníða til þess ferskafiskin að kröfum kaupanda. Sumir vilja bara fá bita, bara stóra hnakka og vinna hann sjálfur og skera niður í alls konar bita bara í eldhúsinu hjá sér. Aðrir vilja fá alveg miklu sérsniðari bita og sumir vilja kviðstykki, aðrir vilja sporða og allt svoleiðis og þeir vilja að þetta sé á kannski 10 gramma bili það sem að fær vegna þess að þetta á að vera svona allt eins á diskinum og við getum uppfyllt þær kröfu hér sko. En hér er sjálfvirknin, hún er ríkjandi. Sko, við erum að setja ég vil ekki segja fótinn inn í gættina í þessari fjórðu innbyltingu. Það er náttúrulega að hugsa fyrir því hér þó að við svo sem verðum ekki með alla þá tækni sem að við sjáum fyrir okkur að við munum verða með hérna inni eftir nokkur ár. En klárlega eru hérna lausnir sem að hafa aldrei verið notaðar áður í fiskvinnslu og verður mjög skemmtilegt að fá að glíma við það að láta það virka. Og við getum sagt að í heildina, störfin eru að léttast. Þetta er að verða meiri vinna fyrir sem sé svona fólk með tæknimenntun. Það þarf að sinna þessum vélum, það þarf að stýra þessu gegnum tölvur. Þetta verður meiri tæknivinna og vinnan sem að fólk er að vinna hérna á línunum. Þetta verður léttari vinna, aðbúnaður náttúrulega allt annar Þannig að ég held að við getum sagt það bara að sem sé tæknin er að fara að hjálpa okkur að gera þetta léttari starfi, léttari vinnu. Svo má heldur ekki gleyma líka svona allri afleitri starfsemi. Það er ekki bara húsið hér, heldur erum við með fjölda fyrirtækja hérna út í bæ sem eru í að þjónusta með ýmsum hætti. Þannig að verðmætið er svo miklu víðtækara heldur en bara akkurat fyrirtæki sjálft. Þannig að það hafa orðið til jafnvel bara fyrirtæki sem að eru að spretta hérna upp út af haftengdri starfsemi og sjávarútvegs starfsemi. Já. Það hefur byggst mikið utanum bara alla þjónustu í kringum sjávarútveginn. Bæði bara rafvirkjar, vélvirkjar og vélamenn hvers konar og einnig flutningsfyrirtæki náttúrulega og alls konar þjónusta bara í kringum það. Þannig að þetta er stórt.
Þú ert ég er væntanlega búin að svona spjalla við starfsfólki hérna í kvöld. Hvað heyrist þér svona, spenningur? Já, það bara mikill spenningur og ég bara skil það svo mæta vel. Þetta alveg verður gríðarlegur munur. Og í gegnum áratugina hefur verið rosalega öflug svona fiskvinnslu hugsun á Dalvík. Og ég myndi segja sko að ef maður ætti að þakka einhverju fyrir það að við erum komin á þennan stað, þá það öllu því frábæra fólki sem hefur helgað lífsitt fiskvinnslu og hérna á Dalvík. Það svona eiginlega mín niðurstaða í því að af hverju við erum komin á þennan stað. Þú ert greinilega stoltur. Mjög. Rifna.